Ok, þess dæmi ætlum við að reikna flæðið af f sem er hérna xi pluss zj út úr fjórflutningnum sem afmarkast af x eftir 0, y eftir 0 og z eftir 0 og planinu x pluss 2, y pluss 3, z eftir 6. Og ég tók hérna 3 punkta á planinu þar sem ég hélt hérna lét x og y vera 0, þá sé ég að z vera að vera 2 til að jafna gangi upp. Og svo leit ég x og z vera 0, þá y vera 3 sem fremst og svo teikna hérna punktana inn. Þannig að hér erum við basically með fjórflötungun. Ein hliðin snýr hérna að okkur sem er planið hérna, sem er hérna fram og svo eru þú veist ein hlið hérna bakvið og ein hlið hérna bakvið og ein hlið hérna undir getum við sagt og við skulum kalla þetta allt eitthvað. Látum hérna þar sem x er 0 vera hliðina S1 og þar sem að y er 0 þessi hérna vera S2 og hliðina hérna undir sem að fjórflötungun stendur á ef svo má segja látum það vera S3 og svo þessa framan á vera S4 svo svona. Þannig að þetta hérna er þegar x er 0, þetta er þegar y er 0 og þetta er þegar z er 0. Ok, nú ætla ég að reikna þetta hérna flæðiseldi bæði með því að nota Gauss og án þess að nota Gauss. Við byrjum á að gera þetta án þess að nota Gauss. Ok, skiptum þessu niður í, við þarfum að reikna þetta flæði út úr hverri hlið fyrir sig og skiptum þessu niður í búta. Skoðum fyrst S1 þar sem x er 0. Ok, ég er að fara að reikna þetta hérna heildi. Ég ætla að hugsa þetta sem ég þarf að skoða hvað f dot stóra n er vegna þess að, hvað er að við skrifa þetta? Það heildið af f dot ds get ég skrifað sem heildið af f dot n ds sem svona. Að skoða þessa hérna stærð á allum þessum þremur bakflötum þannig á undirflötum. Ok, þegar ég er með x jafnt á 0, þá þarf ég að hugsa, ok, hvernig er normal út úr planinu þar? Hann liggur hérna í x-stefnu en í neikvæð x-stefnu vegna þess að hér er positífur x-ás en hann bendir út úr hérna í þessa átt normalin. Og þetta er normalin mínus y. Þannig að f debilfalda við n-vegurinn myndi þá í þessu tilfelli vera x z 0 debilfalda við mínus 1 0 0 sem sagt mínus x. En takið eftir, við erum akkurat þar sem x er 0 þannig að þetta er 0. Þannig að það er ekkert flæði þarna. Fáum ekkert flæði í þessa stefnu. Flæði verður 0. Ok, þá skoðum við S2. Þá er ég hérna þar sem y er 0. Og þá sjáum við fyrir okkur að normalin þar hann sem bendir í þessa átt, hann bendir í öfuga stefnu við y-ásinn, þetta er mínus j. Þannig að f dot n er x z 0, vegursviðið mitt, debilfalda við 0 mínus 1 0, fæ mínus z. Ok, geymum þetta eins og skoðum þetta betur eftir. Og þá er það þriðja, þá er það S3, þar er það sem Z0, það sem fjórflötungun stendur á, svo að segja, hérna það sem er undir honum. Þar er normal sem bendir beint niður og er mínus k. Þannig að f dot n verður x z0, innfeldi við 0 0 mínus 1, svo er þetta bara 0 og kemur ekkert meira út af því. Ok, þegar kemur hérna að framhliðinni, þá ætla ég að nota aðeins aðra aðferð heldur en að reikna f dot n. Það reikna bara litla n fyrir þá hlið. Þannig að tökum hérna tökum aðeins saman hvað við erum komið með so far. Tökum þetta út hérna. Við erum semst með heildið yfir yfirborðið s dot s ds er heildið yfir yfirborðið 1 af þessu sama pluss heildið yfir yfirborð 2 og svo framvegis. Þangað til við erum komið öll yfirborðin. Ok, nú erum við búin að afgreiða að þetta hér er 0 og þetta hér er heildið yfir yfirborðið S2 af hérna af setu. Þetta var ekki að vera vegur hérna, þetta var bara að vera að seta.
þetta allt að koma. Þetta hér held ég var 0 og þetta hér skulum við skoða sérstaklega. Ok, byrjum samt á að afgreiða hérna S2. Ég að helda mínus setu yfir yfirborðið S2 og munið yfirborðið S2 er þar sem uppslan er 0. Þannig hvernig lítur það út? Það að segja, ég að spyrja, er uppslan 0, hvernig lítur þessi hérna flötur út? Svona bakliðin hérna. Ok, við skulum pröfa að teikna það upp. Þetta er akkurat þegar uppslan er 0. Þá er ég með planið, þá er ég með hérna x plus 3z er eftir 0, nei eftir 6. Þannig við teiknum upp planið mitt, x-z planið. Þetta er sagt z er jafnt og, skiptum yfir í svartan hérna. Já, það gerum þetta bara öfugt. Látum bara x vera 6 minus 3z. Sér svona. Við hugsa línuna þannig. Það var þetta hérna lína mín. Og þetta er svæði sem ég ætla að helda yfir. Þannig ég segi hérna, þessi hérna gaur, heldið af mínus setu yfir S2 er heldið af mínus zeta dx dz skulum við segja, segjum bara í x-stefnuna fyrst, þannig að ef ég fer í x-stefnuna þá ætla ég að fara fyrst í þessa átt, ætla að fara úr þessari línu í þessa línu, ætla að fara frá 0 og upp í 6 minus 3z og svo í þessa hérna stefnu ætla ég að afmarka, ég sé bara með þennan hluta af þrýtningum hérna, ætla að fara úr 0 upp í 2 og svo reikna út úr þessu heldi og fæ mínus 4. Ok, þá er komið að fjórða görnum hérna. Þannig hérna er ég komið með mínus 4 pluss, og svo vantar mér eitthvað eitt enn. Ok, þá er það heldi yfir yfirborð sem er hérna framan á. Ég ætla að stika þetta yfirborð. Þá segi ég R af t er eftir x, y og svo einangar ég setu í jöfnunni og fæ 2 mínus x deilt með 3 mínus 2 y deilt með 3. Ok, á hvaða bili hérna, hvaða svæði er þetta skilgreint? Þetta er planið, þetta er bara sá hluti plansins sem er fyrir ofan þetta hér svæði, þá fæ ég akkurat þennan bút af planinu. Þannig að þetta hér gildir á því svæði þar sem við skulum teikna x-y-planið og ég er með og henni er búin að teikna svæði þannig að þetta hér er þessi stikun og ég hafa nú skrifaði r af t af gamlum vana, þessi stikun er auðvitað fall af x og y þannig að þetta gildir sem sagt fyrir x og y sem uppfyllað að vera þessu hér svæði d. Ok, hvernig afmarkar þetta svæði d? Þá getum við sagt til dæmis byrjum bara í x-stefnuna. Þá fer ég úr þessari línu í þessa hérna línu. Þannig að x er sérst á bilinu 0 til 6 minus 2 y og í þessa stefnu, y-stefnu fer frá 0 og upp í 3. Þetta er jafngilt hérna, þessar tvær x-y-linur á svæðinu d er lýst hérna. Nú, til að geta reikna út úr heildina þurfum við normáláta yfirborð. Það var, ef við köllum þetta hérna, við bara setu, þá er þetta mínus dz dx mínus dz dy j pluss k. Ok, þannig ég diffra þetta hérna með til x og ég fæ 1/3. Diffra þetta með til y og fæ 2/3. Þar segir ég fæ mínus 2/3 og svo er mínusin hérna. Og svo er bara 1 hér. Þannig að heildið mitt verður á S4. Heildið af
í vígsviðinu mínu með við stíkunna, innfelda við normalvegurinn, dx dy og þetta er fyrir öll x og y sem er á svæðinu d. Ok, vegusviðið mitt með við stíkunna, þá var ég upp hvernig vegusviðið var. Það var x seta 0. Þannig að ef ég set hérna stikurna inn fyrir það, þá fæ ég náttúrulega x bara hérna og seta verð þá þessi hér. Þannig að heildið af x seta og 0 innfeldi við normalvegurinn dx dy, já, og x er á bilinu 0 til 6 minus 2 y og y á bilinu 0 til 3. Þannig við reiknum innfeldi af þessu og reiknum til heildinu og fáum að þetta verður 10. Þannig að innfeldið og svo bara heildi með mörkin og allt er komin. Þannig að við getum klárað dæmið. Við vorum með heildar niðurstaðan. Hérna verður mínus 4 pluss 10 sem sagt 6. Ok, þannig fórum við gegnum hvert einasta yfirborð, reiknum í flæðisheildið fyrir hvert. Önnur leið hefði geta verið að nota setningu Gauss og við skulum taka þá leið líka. Hún segir að þegar með svona flæðisheildi yfir yfirborð, þá er það sama og heilda yfir rúmmálið sem að yfirborðið afmarkar, þetta verður að vera loka yfirborðið, af div f. Div f er d-bilfældið að n og f, að nafla á f, sem sagt df f1 dx pluss df2 dy pluss df3 dz. Og fyrir okkar vegusvið þá verður þetta 1 og pluss 0 pluss 0. Þetta verður bara akkurat 1. Það er vegusviðið mitt var x zeta 0. Það er frá þennan til x fær 0, það er frá þennan til y fær 0 og það er frá þennan fær 0. Ok, þannig að þetta verður heildið yfir rúmmálið vaf af einum dvaf. Það má skrifa 1 dvaf eða bara dvaf. Ok, þá þurfum við að afmarka hvernig maður heildar yfir svona fjórflötung. Þá hugsa ég, ok, ég ætla að heilda fyrst í setastefnuna. Svo skoðum við hitt. Og þá segja ég, ok, skoða massmyndin okkar hérna fyrir ofan. Ég ætla að fara úr planinu, x-planinu, upp í planið hérna sem er fremsti hluturinn. Og svo til að afmarka ég sé bara með þennan hérna hluta af planinu, þá þarf ég að passa með að taka bara græna svæði hérna í x-planinu. Þannig að ég segi, ok, seta fyrir frá 0 og upp í planið. Og við sjá, þetta get ég fært mig til. Seta fyrir frá 0 og upp í planið og því einangra hérna setu í planjöfninu, þá fekk ég 2 mínus x deilt með 2 mínus 2 y deilt með 3. Þetta var ekki að vera x deilt með 3. Ok, svo teikna ég x-y planið mitt og þá, ég var búin að gera það hérna fyrir ofan reyndar, teikna x-y planið og sagði, ok, svæðið sem var afmarkað er þetta hér, þannig að x fyrir frá 0 upp í 6 mínus 2 y. Nú passa ég að þetta hér sé mörkin hér og þetta er mörkin hérna. Og y fór þá frá 0 og upp í 3. Þannig að hér stendur dx, dy. Og svo bara heildum við. Og reiknum út úr þessu þrefalda heildi, 1 í 1. Reiknum út úr þessu, innsta heildi komið þarna og niðurstaðan er 6. Þannig að Gauss er ekki svo leiðileg setning að kunna. Segjum þetta gott.